En núna ætlum við að fara í það að skoða Firefox-vagra og það gerum við hérna í því að fara inn í Firefox upp í vinnustykkinu og svo í valkostir. Og hérna er það öryggi sem á að stilla á og svo er það þetta hérna að nota aðallykilorð, munalykilorð fyrir vefsíðu, undanþágur, vistu lykilorð. Hérna er hægt að finna það og svo er hægt að nota aðallykilorð. Sláðu inn nýtt lykilorð og þá myndir slá inn lykilorðið, segjum bara hérna. Það er svo set ég eitt merki. Það getur séð það að mitt lykilorð er nokkuð sterkt. Og þá setjum við í lagi aðallykilorð breytt í lagi og þá er það komið. Og þið getur séð hérna það sem ég er með stilt að vara við þegar vefsæði reynir að setja viðbætur. Það vafrinn vara við mig, loka á tilkynnta rúsasvæði. Ef ég fyrir á svæði sem er hættulegt þá er bara lokað á mig og loka á tilkynnt falsað vefsvæði ef eitthvað er ekki eins og það á að vera. Svo er annað mikilvægt hérna eftir öryggi er það hérna það sem heitir ítarlegt. Setja sjálfvirkt inn uppfærslur mælt með eykur öryggi. Setja sjálfvirkt uppfærslur svo að ég er með þetta þannig að það setur upp uppfærsluna. Svo er hérna Firefox aldrei gleyma að gera ferilli minn er alveg segja vefsvæðum ég vil ekki láta fylgjast með mér. Þetta er mikilvægt að gera, þetta er undir hérna friðhelginni og þetta er svona það helsta sem þarf að gera í þessum vafra. En eins og ég var búin að tala við ykkur þá eru til viðbætur og þær eru hérna er hægt að ná í viðbætur. Og við getum bara að leita undir hann security. Sjáum hvort það kom eitthvað. Þetta er náttúrulega gert á ensku. Hérna átti þetta að vera. Hérna er alls konar sem hægt er að gera en áður en maður fyrir að véla sér svona hluti þá er líklegast best að skoða hvern hlut fyrir sig, sjá hvað aðrir hafa sagt þá og skoða þá vel. Svo er bara eitt í viðbót sem ég ætla að kynna örstutt fyrir ykkur sem ég er með hjá mér. Það er forrit sem heitir OnePassword. Þetta forrit tengi ég við alla vafra hjá mér og það sem þetta forrit gerir hreinlega er að geyma fyrir mig öll lykilorð, komast inn í það hérna. Hérna kemur eitthvað. Þetta er alltaf ekki alveg að virka, en þetta er forrit sem ég nota mjög mikið. Ég nota bara í öll lykilorðin mín.
Þannig að sjá að það opnast og hér er allt steinlæst undir einu lykilorði og svo þegar ég er að nota vefinn í staðinn fyrir að geyma fullt af lykilorðum á vöðvrunum þá er þetta forrit hérna sem extension og hérna get ég séð allt sem ég er búinn að fara inn á og þetta bara geymir lykilorðum fyrir mig. Þetta er alveg stórsniðugt og nauðsynlegt tel ég. En takk fyrir, það verður ekki lengra í bili. Þá erum við búin að fara yfir Firefox og fara yfir það helsta sem er í þessum námsþætti. Undir lokin verður stutt krossapróf og það verður bara úr efninu og það verður ekkert vandamál og auðvelt. Takk fyrir.